Björn, hvaða fikt var þetta á föðuðinum að fara að gera skartgripi á sínum tíma? Var þetta bara, varð allt einhvern veginn að efniviði þegar kom að myndlist Díders? Já, sko, Díder hann náttúrulega lét ekkert ógert í sjálfu sér. Hann tónlist, myndlist, prent, ritlist, bókagerð en þetta byrjar hjá honum með skartgripina í lok, að mér skilst í lok, já, svona 57-8, af því að móðir mín Sigríður, hún var byrjuð að gera skartgripi. Og hann fór að fullu í það með henni, eins og hún var von að vísa þá, af því að hann talaði að quantity var quality. Og þannig að hann hélt bara áfram að fullu í gripagerð og gerði alls konar tilraunir með það alveg í 20 ár. Fyrst unnu þau saman við eldhúsborðið heima á Áslagötu. Síðan fór hann að framleiða með guldsmiðum í Luzern í Sviss og reyndi allar variasjónir af og fórum víða völl í þessar skartgripagerð. En var þetta í fyrstu, sko, tilfinningin sem maður fær dálítið svona fyrir, hvað maður segja, þessu fundna efni, hann dettur eitthvað, maður fær svona þá tilfinningu að þetta sé mjög svona improviserað eitthvað. Já, það var hann á Íslandi þá fór hann fljótlega í að rífa í sundur klukkur og nota úrverk í hringi og armbönd og hálsmen. Það var svona tímabil sem hann gerði það að endurvinna hluti í skartgripi og síðar þegar hann fór að vinna með guldsmiðum í Luzern þá hætti þessi endurvinnsla og það var sérsmíðað af þessum guldsmiðum. Og þá maður komið, sko, þetta dálítið tveir heimar, það að segja skartgripagerðin og myndlistin, en það skipti engu máli og þetta var bara efni til þess að gera úr nýja gripi. Já, hann sko, hann var mjög alvarlegur workaholic. Og hann sko, svaf ekki nema svona 3-4 tíma sólarhring. Sennilega áhrif frá að hann stríðsára barn og ólst upp við sprengjuregn bandamanna á Hannover sem hann var fæddur úr Berlín. Og hann eiginlega gat ekki sofið. Og hann bara vann. Ég vann með honum í 20 ár. Ég fór að sofa, þá var hann vinnandi. Og þegar ég vaknaði, þá var hann ennþá vinnandi. Og hann var með yfirleitt allt undir í einu. Og alveg fram á dánardag hannaði hann skartgripi líka. Já, þetta eitthvað sem ekki bara stutt tímabil, þetta ekki fikt í smá tíma. Nei, þetta fylgdi honum alla tíð. Og töluðu það, af hverju þetta var heillandi fyrir hann líka með öðru? Orðið list fór aldrei yfir hans varir. Verk. Hann talaði alltaf dót og drasl og þegar við vorum að fara að vinna saman í stúdíum okkar sem voru í mörgum löndum þá talaði að gramsa á lagarnum og það var að fara í vinnuna og
eins og sér stílinn hérna, sko, og öll þessi borð, þetta hérna, lærði ég honum, svo að segja að ég ólst upp við þetta, að vera með marga hluti í gangi í einu. Nógu í gangi, bara alveg. Já. Og sko, að fylgjast með honum vinna til dæmis, var það, sko, maður ímynda sér eins og að hafi verið mikil aksjón í gangi, hafi verið mikil, svona, allir sláttur og læti á honum, var það oft þannig, eða var það filosófía? Nei, já, engin leiti. Nei, það var bara rólegheit. Já. Mjög einbeittur og svo heyrðir ekki í honum. Nei, músin sem læðist bara. Já, músin sem læðist, sko, og hérna, en það var bara þegar hann var að halda tónleika, sko, hérna, það voru læti í honum, sko. En annars fór ekkert fyrir honum. Og maður vissi aldrei hvar hann var. En hann svona læddist á milli borða, þar sem hann var með mismunandi prójekt í gangi. Eitt sem maður hugsa til það að sko gullsmíði er eitt en gullgerðarlist er annað og það er einmitt eins og þú lýsir því að kalla það dót og drasl og búa til úr engu. Já. Samtímalistin er einmitt svona, það er oft búið til gull úr engu. Já, já. Sko hérna, hann var sérfræðingur í endurvinnslu og það var allt endurunnið. Það var eiginlega engu hent. Sko það hérna reyndar á 7. áratugnum og þá var hann konkrétlistamaður, þá var öllu hent. Já. Eins og þegar að hérna móðir mín Sigríður og hann giftust, þá var mikið brúðargjöfum, þeir voru öllu hent. Já. Ekki látið þvælast fyrir. Þvælast fyrir, og það var hérna algjör minimalismi. Og hann smíðaði húsgögn sem voru þannig var hægt að pakka saman og bera á bakinu burt. Og það var hérna, þannig að það var, þegar ég fæðist þá voru öll húsgögn þannig að það var hægt að taka þau og bara labba með þau, sko. Á stað. En svo breytist þetta og hérna og þá allt í einu byrjar hann þessari svakalegri söfnun og endurvinnslu og fór að búa til sín verk. Eins og þetta hérna þetta er allt endurvinnsla. Nýtt samhengi, endalaust nýtt samhengi. Og þannig sjáum við líka þessa fyrstu gripi að hann er að raða saman einhverju sem hann finnur til, rífur innan klukkum og... Já, einmitt. Og það er hérna, sko, þetta eiginlega byrjar þegar hann fer að endurvinna eftir klukkum fyrir skartgripi. Það er svona, þetta er í byrjun á þessu tímabili, þá er eins og sko, hugsunin hans breytist. Og sko, það er sennilega 60 eitthvað sem 1960-61 sem hann fer að nota úrverk. Og það er á svipuðum tíma sem hans myndlistarstíll breytist. Sko, hann var hönnuður og hafði unnið við það, bæði í Sviss og í Danmörku. En hann gerist myndlistarmaður á Íslandi. Og hérna, hann var reyndar ungur, þá hafði hann verið að mála og svona, sko, sko, hann vann eins og í Halldóri gullsmið, smíðaði mikið fyrir hann. Sem var líka því að hann fékk aldrei atvinnuleyfi á Íslandi. Og hann var giftur og ætti börn. Það var einhvern veginn lenska
Þannig að hann var alltaf í bakherbyggjum, vann fyrir arkitekta og gullsmiði. Og hann smíðaði mjög mikið fyrir Halldór, sem var kallað Halldór Gull. En við eigum sennilega ekkert af þeim gripum. En Halldór seldi þetta allt sem sína hluti. Af því það mátti ekki fréttast að þetta væri eftir pabba. Þegar hann hafði ekki leyfi. Já. En þetta með úrverkið er dálítið áhugavert. Það er dálítið fallegt að taka innan úr gömlu standklukkunni hennar ömmuðinnar og bera það svo að höndu þér. Já, ég hef verið hrifnastur af þessum gripum. Frumlegastinn einhvern veginn. Já. Og þá var enginn sem að bar þetta. En núna er þetta orðið mjög eftirsótt. Og sjaldgæft. Já. Langt á undan sinni samtíð eins og í mörgu. Já, það var hans stíll svolítið.